Í okkar starfi þá sjáum við þetta mikið af skemmtilegum og skrýtnum hugmyndum og þar á meðal talandi baðherbergi, en svo líka verið að þróa til dæmis búnað fyrir lamaða þannig að þeir geta farið að stýra sjónvarpi eða tölvu eða rafmagni með hugurorkunni einnig saman. Stór hluti af þessari internetbyltingu eru líka skynjarar sem að gera fyrirtækjum kleift að greina mjög ítarlega í rauntíma hvernig vörur og búnaður er notaður og hvenær hann bilar eða hvers vegna. Það kemur að því að tæki sem við notum, þau komum til með að reiða á persónlega endurgjöf frá okkur alveg jafn mikið og gagnaupplýsingar. Og það kemur til með að gera upplifunina svo miklu persónlegri. Ísskápurinn okkar getur sagt okkur nákvæmlega hvað við borðum og næringarinnihaldið þess og að fötin okkar geti gefið okkur upplýsingar hvernig heilsufar okkar eða gefið okkur viðvörun það þegar eitthvað þarf að laga. Og ég held að fyrirtæki þurfi að fara að taka þetta til greina fyrr en seinna. Í raun og veru þá margt breyst á síðustu 2 árum. Þannig að hlutirnir eftir að gerast mjög hratt á næstu 10 árum og sérstaklega næstu 20. Þannig að undanfarið þá hafa menn verið að tala að það sé hægt að verði bílar í fremtíðinni sem séu sjálfkeyrandi. Þetta raun og veru komið. Þegar við byrjum að flytja Teslur fyrir 2 árum að þá var búið að setja skynjara í bílana. En nú þetta orðið miklu magnaðara. Þessir bílar eru alltaf nettengdir, allan sólarhringinn og alltaf í beinu sambandi við einhverja tölvur út í heimi. Þannig að við getum í dag keyrt svona bíl frá Reykjavík til Selfoss á þess að nokkuð tíma að snerta nokkuð hlut. Stillum bara hvert við viljum fara og bílinn fer með okkur. Þannig að eftir 5 ár þá verða bílarnir farin að keyra alveg sjálfir og eftir 10 ár þá verða bílarnir farin að taka jafn góðar ákvarðanir og heilin á okkur. Þannig að hann getur metið það hvort það gömul kona að labba yfir götuna eða hvort þetta stóll sem stendur yfir götuna. Hvað næstu 20 árum þá munum við ferðast með ökutækjum sem eru ekki föst í jörðina og þau munum líka bara fljúga sjálf og geta metið allt á sekúndubroti hvernig á að fljúga og hvað á að gera. Þetta eins og Harrier-þoturnar, fara bara svona beint upp og svo eitthvað til buskan. Þannig að það verði engin traffic jam eða slíkt í framtíðinni. Ef við horfum á hvernig netið hefur áhrif á IKEA þá reikna ég með því að fólk muni nota sýndarveruleika, vera með sýndarveruleikagleraugu, það mun máta allt heima á sér. Það verður búin að downloada íbúðinni sinni inn í gagnagrunn og síðan getur það mátað innréttingar, sófa, skenka eða borðstofuborð eða hvað sem prófa mismunandi liti, mismunandi gólfefni, mismunandi veggliti og mismunandi möblur og fundið það fullkomlega fyrir sig, kemur síðan líklegast í búðina til mín og skoða vöruna, prófar að þukla á henni, setjast á hana og veslar hana, fær sér að borða, skoða geitina og fer svo heim og setja saman.